Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, hefur þráfaldlega neitað að hverfa úr Seðlabankanum þrátt fyrir tilmæli forsætisráðherra þar um. Davíð segist lengi hafa varað stjórnvöld við bankahruninu en þau hafi skellt skollaeyrum við þeim viðvörunum hans. Þrátt fyrir þetta vilja 90% þjóðarinnar að Davíð hverfi úr stóli bankastjóra samkvæmt skoðanakönnunum. Og nú liggur frumvarp fyrir þinginu sem kveður á að seðlabankastjórar skuli víkja strax og það verða lögum. Davíð, sem hefur að andstæðingum sínum verið harkalega gagnrýndur fyrir sín störf sem seðlabankastjóri, sestur hjá Sigmari. Davíð, velkomin í Kastljós. Takk kærlega. Það búið að vera mikill ófriður Seðlabankann eins og þú þekkir. Hvers vegna stígur þú ekki bara niður og skapar friðinn? Ég hef nú ekki skapað ófrið Seðlabankann. Ég vona að þú ekki verið að meina það með þessum orðum. Og reyndar í þessari kynningu þá var sagt að ég hefði þráfaldlega neitað að hverfa úr Seðlabankann. Ég hafði svarað því einu sinni neitandi með bréfi. Ég held að það hefði nú verið ágætt að hafa það bara rétt. Nú þessi skoðanakönnun sem þarna var nefnd líka, sem að Baugsmiðlarnir birtu, ég veit nú ekki hvort hún er einhvern veginn átt sér stað. Ég held að þessi 2 kannanirnar sem hafi sýnt svipaða báðar á vegum Baugsmiðlarna og ég tek ekkert mark á því. Satt best að segja. Þeir hafa verið eins og Egill Helgason bent á í grímulausri herferð og við þekkjum það, þannig mér finnst það nú vondur grundvöllur. Þannig að Seðlabankinn, svo ég klára að svara þessu sem að Seðlabankinn sjálfstæð stofnun í þjóðfélaginu og það er mikil áhersla á það í lögum bankann að sjálfstæðan sé varðveitt. Þannig að ef að stjórnmálamaður í forsætisráðherra í minnihlutastjórn, bráðabirgðastjórn, ef hún vil nota 2 mánaða tækifæri til þess að losa sig við gamlan andstæðing úr bankanum, þá það auðvitað árás á Seðlabankann en ekki einhver ófriður sem ég stofna til. Seðlabankinn hefur ekki verið að stofna til ófriðar. Þegar menn skoða til að mynda niðurstöðu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins núna fyrstu skref í áætlun þeirra uppbyggingu hér. Hvernig kom það út? Seðlabanki fekk hæstu einkunn fyrir starfsemi sína fram til áramóta. Fleyting hans og krónunni hefði heppnast það vel. Aðrir þættir sem hann átti að sjá heppnuðust það vel. Ríkisstjórnin fekk, ef við vorum með A, fekk einhverjana B. En viðskiptaráðuneytið sérstaklega fekk einhverjana C eða það að koma bönkurum á stað aftur misheppnaðist. Þannig að Seðlabankinn, þrátt fyrir það að samfelldan áróður, þá hefur Seðlabankinn ekki auðvitað staðið fyrir ófríð og hann hefur staðið sér vel í því sem hann hefur að gera. Já, en þú þekkir náttúrulega umræðan að mæta vel og aflítið betur en ég. Það hefur verið harkalega gagnrýnt hvernig Seðlabankinn stóð að málum í aðdraganda hrunsins og þú hefur verið harkalega gagnrýndur líka fyrir ýmis ummæli þín eftir hrunið og margir telja þeim sökum eigirðu að víkja. Og ef að sjálfstæði Seðlabankans og góður orðstýr hans og gott starf svona mikilvægt að þínu mati, af hverju skapar þú þá ekki bara friðinn og víkur? En þetta náttúrulega afskaplega almennt hjá þér sagt sem að segja að sumir telja og sumir gagnrýni. Já, það eru mjög margir sem hafa gagnrýnt bankann, þú veist það vel. Jú, það er fullt af fólki sem gerir það, en svo gagnrýni verður þó að vera sanngjörn og rökum reist, það ekki? Já. Það nægir ekki að sami hópurinn sé alltaf að hella sér við Seðlabankann ef að þegar mann skoða störf hans að Seðlabankinn hefur staðið sér vel, þá tóður það nú ekki til. Nei, en finnst þér þú njóta trausts sem seðlabankastjóri, bæði hjá stjórnvöldum og út í samfélaginu? Já, ég vona það. Ef að maður hefur staðið sér sæmilega, þá ætti maður að njóta trausts, ég vona það. Það er reyndar ekki mitt að dæma það, en ég vona þá að ég verð ekki var við annað. Spursmálið er þetta. Það er sagt að Seðlabankinn sé rúinn trausti. Þetta er óskaplega auðvelt að segja það. Ég geti sagt að þú verður rúinn trausti. Þetta ekki segja meira það. Þú myndir örugglega segja að það er hleyp út, er það ekki? Ég geti náttúrulega vísað í svolítið hatrama umræðu gagnvart Seðlabankanum og traustinu gagnvart hann. Þú geti kannski ekki gert það sama skapi gagnvart mér. Jú, þú hefur oft verið gagnrýndur mjög hvernig þú Já, en þú ert alltaf líka þessu saman. Bara til þess að segja hvað auðvelt að segja að einhver sé rúinn trausti. Og þá er spursmálið, hvernig sjáum við það hvort að Seðlabanki hafi traust eða ekki traust? Þegar allt hrundi hér, hver hélt þá öllu uppi hér? Talaði reyndar ekki mikið það, en gerði það. Það var Seðlabanki Íslands. Allir bankarnir 3 höfðu hrunið. Hvar sem menn voru staddir í heiminum með sitt kreditkort, þá stoppaði það ekki. Hvernig stóð á því? Vegna þess að Seðlabankinn greip inn í, án þess að tala það við kóng eða prest, tilkynnti hann bæri ábyrgð á öllum greiðslum allra Íslendinga hvar sem væru staddir. Og þess vegna hélt hann þessu öllu saman gangandi. Númer 2. Þegar þetta kom að greiðslum til landsins, þá vildi enginn setja greiðslur inn í neitt bankakerfið. Allir treystu Seðlabankanum. Greiðslurnar fóru allar í gegnum Seðlabankann. Við fylltum bankana fólki úr gömlu bönkunum til að halda greiðslukerfinu við útlönd opin. Ég hef heyrt stjórnmálamenn hrósa sjálfum sér fyrir þetta. Þeir kom ekki nálægt því. Þegar greiðslur stöðuðust síðan til nýju bankana, þá höfðu við seðlabankastjórarnir samband við okkar kollega, aðra seðlabanka og fengum þá
til þess að þrýsta á þessa banka, aðra erlenda banka, að skila greiðslum til Íslendinga. Og það var gert vegna þess að Seðlabanki Íslands naut traust. Það er óskaplega auðvelt fyrir einhverja menn að segja að þú ert rúin trausti, þú ert þetta og hitt, en mælingin, eina mælingin sem gengur upp svo hvernig mann bregðast við gagnvart óskum Seðlabankans og hvort að honum treyst í raun. Já. Og honum fullkomlega treyst í raun. Já, það þín túlkun á þessu, en ég ætla nú alveg að leyfa mér að segja það séu býsna margir sem vantreysti Seðlabankanum og þér og hinum bankastjórunum eftir allt það sem á undan gengið. Við getum nefnt nokkuð nöfn. Þorvaldur Gylfason, Ólafur Ísleifsson, Ágúst Einarsson, Jónas Haralds, Guðmundur Ólafsson, Þórólfur Matthíasson, Jón Daníelsson og Gylfi Sóaka, Richard Portes, Robert Veit, William Bauter, ýmsir erlendi fjölmiðlar, miklu fleiri, Davíð. Verkalýðshreyfingin, atvinnulífið, bankakerfið. Ekkert af þessu kerfi, nú getum við tala þessu nöfn. Reyndar sumir þarna menn sem búin að tala illa Seðlabankann í áratugi. Og núverandi viðskiptaráðherra sem hefur nú getað verið í þessum hópi, hann sagði að Seðlabankinn ekki gert neitt gagn í 50 ár. Það búið að segja fullt af slíkum hlutum. Þessi ágæti Portis, hann var á launu hjá bönkunum við að segja að allt væri í fínasta lagi hjá bönkunum. Og þegar hans kenningar það gengur ekki upp, þá kenda Seðlabankanum með það. Þetta fræðimenn sem þú nefnir sem gjarnan myndu vilja vera í Seðlabankanum, ég átti að með alveg á því. En þetta hefur ekki... Þú ert að skauta samt svolítið léttilega yfir alla gagnrýnin og allan ófriðin sem hefur verið í Seðlabankanum og maður svona veltir í fyrir sér, þú ekki að líta kannski svolítið á að Davíð Oddsson sé stærri heldur en Seðlabankinn? Nei, ég ekki að gera það, ég hef bara að reyna að svara. Þú dembir hérna á mig alls konar fullyrðingum og nöfnum til að sýna fram á bæði ég og Seðlabankinn hafi gert segur með eitthvað ódæði, þannig það ekki. Það eru lög í ganginu þinginu til að reyna að reka þennan eina mann og láta félaga hans fara með honum í fallinu. Ég meina, nú að furða að ég reyna að svara þér, þú máttu ekki vera á móti því. Nei, ég er ekkert á móti því. En þú virðist vera á móti því. Nei, ég spyr bara á móti. Já. En hvað með hérna því þú talar sjálfstæði Seðlabankans og það þurfa að vera mikið og var lítið það rétt hjá þér. Þegar að Sverrir Hermannsson sagði af sér sem bankastjóri Landsbankans, þá sagðir þú á Alþingi, það er ekki deilt það hér í þinginu að þessar afsagnir voru eins og mál voru komin algjörlega nauðsynleg forsenda þess til að skapa mætti traust og frið bankan á nýja leik. Getur þetta ekki átt við þig og Seðlabankann? Nei, þetta allt annað mál sem þú dregur fram hér á ég að fara að rekja það. Nei, nú bara spyr ég vegna þess að þú hefur notað þessar röksemd að það til þess að skapa traust getur menn þurft að víkja. Þetta mál allt annað mál. Það mál kom upp í framhaldi af rannsókn Ríkisendurskoðunar á fjármálalegri notkun bankastjóranna. Ég ætla ekki að fara út í það núna, það er mál. Við erum að ræða traust. Þú getur ekki sagt við mig hérna að menn hafa orðið að víkja vegna þess að uppkom athugun fjármálalega meðhöndlun og fært það yfir á Seðlabankann. Þú getur ekki gert það. Nei. Þetta snýst ekkert það. En í öðru tilfellinu er fjármálakerfið heillar þjóðarhrunið, Davíð. Jú, en þú getur heldur vel að sagt að Seðlabankinn hafi gert það eða staðið því. Það eru margir sem vilja meina það að þú berir mikla ábyrgð á því og þið. Já, þetta rétt einu sem þú segir þetta, það eru margir sem vilja meina það. Já. Þetta nú ekki mjög fagleg umræða sem góður. Nei. Finnst mér. Já. Þú bara fullir þetta, það eru margir sem meina það og margir sem meina hitt. Spursmálið eigum við ekki að sjá hvað út á rannsóknir á því máli kemur. Eigum við ekki að sjá það. Ef við tökum Seðlabankann, hvernig var hann undirbúinn? Seðlabankinn, það hefur komið fram. Hann sagði öllum, stjórnvöldum og öllum, nákvæmlega ótta sinn allan tíman. Stjórnvöldin hafa viðurkennt þetta og þau hafa sagt í hvers skipti sem að bankastjórn Seðlabankans, formaðurinn sérstaklega og bankastjórnin sameiginlega, sagði okkur að þeir eru gríðarlegar áhyggjur af bankakerfinu, köllum við á bankastjóruna og bankastjórnin sagði okkur að þetta væri allt í lagi og Seðlabanki færi með fleipur. Við létum það ekki duga. Við fengum til að mynda í febrúar eitt færasta fjármálastöðuleika sérfræðing í Evrópu til að vinna fyrir okkur. Viðbragðsáætlun í febrúar. Í þessar áætlun gerum við ráð fyrir því að bankakerfið fari á hausinn í október. Í október. Við sendum þessa skýrslu til ríkisvaldsins. Þannig við gerum þetta. Við erum með endalausar fundargerðir með bankastjórunum sem við hittum og við segjum þeim ekki nokkru dögum fyrr, ekki nokkru vikum fyrr. Við segjum þeim í nóvember. Kemur fram í fundargerðin hér. Davíð Oddsson, 2007. Davíð Oddsson sagði að bankastjórn og Seðlabanki segði vaxandi áhyggjur á stöðunni. Svo óvissa verð eigna og lausafjárþurrð sem komið þeirri fram gæti staðið lengi. Davíð Oddsson sagði að hann hefði áhyggjur af allri fjármögnun bankana og þá ekki síður nýju netinnlánum og svo framvegis. Þetta kemur fram í öllum okkar
fundum og öllum okkar fundargerðum. Og þetta eru varnaðarorð til bankana og ríkisstjórnarinnar? Já, allara, við vörðum allan tíman við. Og hver voru viðbrögðin þá, Davíð? Það hefur nú komið fyrir fram eins og ég var að lýsa þessu, að bankarnir hér voru með mjög sterka stöðu. Þeir voru mjög öflugir að þeir talið var, þeir sýndu mikinn hagnað. Þeir styrktu hér allt kerfið og það trúðu allir því að þetta væru galdrameistarar. Já, brást ríkisstjórnin ekkert við þessu því að þetta eru... Ég var að segja það, við hittum ríkisstjórnina, ríkisstjórnin fékk þetta, við hérna... Öll ríkisstjórnin, hittur alla ríkisstjórnina? Nei, ég fór ekki nema eitt ríkisstjórnarfund, eins og þú veist, ég sitt ekki lengur ríkisstjórnarfund. En það skiptir svo miklu máli hverja þú varaðir við, hvaða nöfn það eru? Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðherra eða sorterast undir forsætisráðherra og ég ger ráð fyrir því að það sé síðan ríkisstjórnarinnar að meðhöndla slík mál innan síns hús. Ég er bara að segja hérna, og þú mátt ekki harðtóka hvert einasta atriði sem ég segi, það er bara ekki sanngjarnt. Ég er að segja það að við vöruðum við þessu allan tíman og kannski fyrr og meir en flestir aðrir seðlabankar í heimi. Og ég sé hvergi árás sem gerður þessu tagi eins og gerð hefur verið á seðlabankar hérna og mig sérstaklega gerð nokkur staðar í heiminum. Þrátt fyrir það að þessi seðlabanki og þessi maður sérstaklega hafi varað við öllu þessu sem var að gerast. Þú varaðir forsætisráðherra við og hérna þá getur maður ekki... Ég held ræður og ég get ekki flutt þær allar hérna en þú veist þær þar sem að framkom varnaðarorð mín strax frá 2006, 2007 allan tíman. Ég varaði við því hvernig menn settu inn óefnislegar eignir og feldu hvað eina tapið sem þið voru með. Ég varaði við þessu öllu saman. Já, þá ertu að segja okkur það að forsætisráðherra, fyrrverandi forsætisráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn hafi brugðist gjörsamlega í aðdraganda bankahrunsins. Einhvern tíma var nú sagt hérna við svona borð, hvort það sé ekki nokkur leið að fá umræðin aðeins upp á örlítið hærra plan heldur en þetta. Ég er að útskýra það sem ég er að gera hér og ef ég þarf að gera það, þá skalt þú endilega draga það upp í því felist ásökun mín í garð allra annarra. Nei, ég er bara álíkt út frá því sem þú segja. Ríkisstjórnin bregst þá greinilega ekki við með afgerandi hætti vegna þess að samkvæmt þessu að þá varar þú við en ekkert eða lítið var gert. Ég er bara að segja nákvæmlega það sem að snýra mér. Þú ætti þá að spyrja aðra annað. Já, en hvað finnst þér viðbrögð? Ég ætla ekkert að dæma það. Ég ætla bara að segja það að Seðlabankinn allan tíman og það liggur fyrir. Ég veit ekki, þú talar um að skauta létt yfir hluti. Þú skautar afar létt yfir það og þú virðist ekki hafa kynntir þar einu sinni. Þú virðist ekki hafa lesið þessar ræður og þessar athugasemdir og allt sem sagt hefur verið það hvernig Seðlabankinn allan tíman varaði við. Ekki bara varaði við, heldur hvatti til þess og ýtti á það að bankakerfið yrði minnkað vegna þess að við sögðum allan tíman bankakerfið sem er 10-12 landsframleiðsla fær aldrei staðist í landinu. Það fær aldrei staðist til lengdar. Ég margtekið þetta fram. Þú margtekið þetta fram, þannig að þá hljótum við að spyrja þá sem voru ríkisstjórn í framhaldinu því hvort að þeir hafi þá ekki brugðist líst að þið vöruðu svona ítrekka við. En má ekki líka alveg stilla þessu þannig upp að sú staða sem upp var komin var vegna þess að þið brugðust í aðdragandanum. Þið afnemið til dæmis bindiskylduna eða minnkið hana stórlega, Seðlabankinn. Það gerði bönkunum kleift að vaksa meira á hraðar. Hvaða bindiskyldulækkun er þetta að tala? Ég er að tala um þá bindiskyldulækkun sem var hérna fyrir nokkrum árum. 2003? Já. 2003? Já. Ég kom í bankann 2005. Já, en við erum að tala um það er sem sagt sama stefna allan tíman og þess er ekkert breytt allan tíman sem þú ert í bankanum. Bindiskyldan var lækkuð 2003, fyrst við erum farið yfir það, þetta er alltaf sérkennileg umræða. En allt í lagi, bindiskyldan var lækkuð 2003 til þess að laga bindiskyldureglunar að reglunum í Evrópu, í Evrópusambandsreglunum, til þess að íslenskir bankar sætu með bindiskyldu við sama borð eins og bankar í samkeppni erlendis. Ég hef heyrt suma þessara manna sem varst að telja upp áðan reyna að gera þetta tortryggilegt gagnvart Seðlabankanum íslenska. En það var aldrei gert þegar þessi aðgerð var gerð vegna þess að hún var algjörlega til samræmis við það sem gerðist í bönkum í Evrópu. Evrópusambandsreglunar. Kannski önnur bindiskyldu lækkun sem þú getur verið að tala um, hugsanlega, er svo að það var ákveðið líka í samræmi við evrópskar reglur að innistæður í útibúum erlendis skyldu ekki teljast bindiskyldar á Íslandi. Það var í mars og síðast. Vegna þess að bindiskyldan sem þar er, sem er gerð hér, hún er hugsuð til þess að draga úr þenslu ástandi hérlendis.
Því var haldið fram auðvitað að útibúin, og einnig sáðu evrópskum reglum, að útibúin, þessi innistæðir í útibúum í Bretlandi eða Hollandi eða þess áttar, hefðu ekki áhrif á fjármagns hér, og því væri óeðlilegt að bindiskylda þá peninga sem þeim reglum sem gildu bindiskyldu peninga á innlánum hér. Þetta hafa menn líka misskilið og túlkað með öllum hætti í þeim tilgangi sem virðist vera að reyna að sverta Seðlabanka Íslands sem allra mest. Já, en hefði ekki það að auka bindiskylduna, jafnvel þótt að þessar evrópsku reglur séu með þessum hætti, hefði það ekki hægt á vexti bankana og gert skaðan minni? Það snýst náttúrulega umræðan svolítið. Nei, það er misskilningur. Bindiskyldan, meðan að bankarnir höfðu endalausan aðgang að erlendu fé, þá hafði bindiskyldan engin áhrif á þá. Aukin bindiskylda, þó hún hefði verið úr takti við það sem gerist alls þar annars staðar, hefði aðeins orðið til þess að þrengja nokkuð að hag innlendra sparisjóða. Ég gaf það samkeppni við banka. En ekkert að stóru bönkunum þremur? Þetta er alveg þvert á það sem mjög margir halda fram. Jú, þetta er bara vitleysa, þetta er því sem haldið er á lofti, vegna þess að meðan bankarnir höfðu endalausan aðgang að fjármagni, ódýru fjármagni, þá skipti þetta ekki nokkru máli. Þetta hefði bara skekkt samkeppnisstöðuna, þetta er margbúið að koma fram, þetta er bara skekkt samkeppnisstöðu litlu sparisjóðuna gagvart stóru bönkunum. Og hægt eitthvað á vexti þeirra þú haft minna fjármagn umleiki. Litlu sparisjóðuna, það hefði ekki haft nein áhrif á stóru bönkunum. En síðan þegar er komið í óefni eins og þú ert að vara við. Þetta er eitt af þessum villum sem menn hafa notað til þess að reyna að sverta Seðlabanka. Já, enga síður. Og þú er bersinaði keypt. Já, ég er bara að spyrja þú út frá þeirri gagnrýni sem að verið hefur í samfélaginu. Ég er ekkert að fullyrða hér eitt eða neitt, ég er bara að spyrja út frá því sem að sagt hefur verið. Það er reyndar búið að svara þessu oft, líka í samfélaginu, þannig að það ætti líka fyrir líka. Já. Annað sem hefur verið nefnt sem mikil gagnrýni á ykkur, það er það að gjaldeyrisvaraforðinn var ekki aukin nægjanlega mikið. Bankakerfið var að vaxa okkur margfalt yfir höfuð, en gjaldeyrisvaraforðinn fór engan veginn upp í takt við það. Voru það ekki mistök? Gjaldeyrisforðinn okkar var í allri viðmiðun annarri stærð bankana. Stærri heldur en víðast hvar í heiminum. Í allri annarri viðmiðun en við stærð bankana. Ef að gjaldeyrisforði okkar hefði átt að vaxa og elta allt og mikinn vöxt bankana, þá værum við núna stórskulduð þjóð. Þannig að ég held að það hefði bara verið lán í öllu þessu óláni. Að menn reyndu ekki að koma upp gjaldeyrisforða hér sem þið geta haldið uppi þessari útrásar vitleysu allri og útþenslu bankana. Þannig að þetta er eitt af því sem líka er á misskilningi byggt. Ef þú miðaði við skuldir þjóðarinnar sjálfrar, ef þú miðaði við innflutning, ef þú miðaði við stærð landsframleiðslu, hvað sem þú miðaði við, þá var gjaldeyrisvaraforði íslenska Seðlabankans meiri en víðast hvar þekkist. En bankakerfið hérna hins vegar margfalt stærra heldur en víðast hvar þekkir í samhengi við efnahagslífið. Nákvæmlega. Já. Og það var mjög fráleitt að íslenska þjóðin ætti með ofboðslegum kostnaði, því að það er dýrt að halda upp mjög miklum gjaldeyrisforða. En hún er lánveitandi til þrautavara. Það var algjörlega fáránlegt að ætla til þess að íslenska þjóðin byggði upp gjaldeyrisforða sem hefði getað staðið og bakkað upp banka þessari stærð. Það hefði verið miklu eðlilegra, og það var sjónarmið Seðlabankans, að bankarnir gættu sín og héldu stærð sinni með hliðsjón af því sem að þarna var að gerast með stærð gjaldeyrisforða íslenska Seðlabankans. Íslenski Seðlabankin hugsa fyrst og fremst ríkið, að ríkið lendi aldrei í vandræðum, og það kemur ekki fyrir því að gjaldeyrisforði Seðlabankans er mjög ríkulegur, að allur innflutningur sé tryggður. Gamla reglan var sú að þú getur tryggt innflutning á nokkra tekna til 3 mánuði. En í okkar tilfelli þá gátum við gert það í 7 til 8 mánuði. Það er miklu meira en annars staðar gerist. Já. En er þá hægt að draga það ályktun? Ég held reyndar að við ætlum að tala um málið sem verður núna uppi. Þú sagði mér það þegar við byrjuðum. En þú ert bara í sama þættinum og ég var fyrir 4 mánuðum. Nei, við erum að fara vítt yfir svið. En er það þá þinn skilningur, Davíð, að svona heilt yfir að Seðlabankinn og þið hafið ekki gert nein mistök hvorki aðdraganda bankahrunsins né eftir á? Ég hef ekki sagt það. Þú ert að leggja mér orð í munn með það. Sjást hafa allir gert einhver mistök. Og menn geta velt fyrir sér mörgum hlutum. Kanski, ef þú vilt endilega finna út einhver mistök fyrir Seðlabankann, þegar mann horfa tilbaka, þá hefði Seðlabankinn ef til vill átt að leggja minna áherslu á verðbólgu og meira áherslu á það að tryggja það að gengi færi ekki of hátt kringum 2006. Það hefði kannski verið heppilegra, það sáu menn ekki fyrir, og færustu sérfræðingar, meira þeir sem þú ert að vitna í núna, enginn þeirra nefndi þá þetta til sögunar þá. Þetta eru miklir eftiráspekingar. Þetta Seðlabankafrumvarp sem núna liggur fyrir þinginu, svo við förum þá aftur í það, því að ég heyri að þú vilt
tala meira það. Hvað gerist núna í framhaldinu þegar þessi staða uppi og það verður væntanlega lögum núna á næstu dögum? Ætlar þú að sitja áfram og... Þú mestan áhuga því, ég kannski má ræða málið hans efnislega. Því vandamálið það að þetta hefur ekkert verið rætt neitt efnislega. Og ég verð nú dálítið að segja, en þið ættu kannski fréttamenn að viðurkenna einhver mistök, en þið ræðið mál ekki neitt efnislega. Hvers konar frumvarp þetta? Hvenær kom það fram? Ríkisstjórnin hefði setið í einn dag, 1. febrúar, þá var komið nýtt frumvarp Seðlabanka. Ég vil vandamenn smíða Seðlabanka frumvarpum þannig að það eru margir mánuður og það talað fagmennsku, það var ekki gefið upp hverju samið það. 2. febrúar búið að þýða það og senda það út til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og skrifa Seðlabankastjórunum bréf hvort það ætlaði ekki bara að hætta það, því að Jóhann ætlaði að vera forstjóri í 2 mánuði, hvort það menn ætlaði ekki bara að hætta. Og ef þeir hættuð ekki þá myndi þetta vera gert með lögum og þess háttar frumvarpið. En frumvarpið þannig að það tekur ekkert á þeim vandamálum sem nú eru uppi varðandi Seðlabanka eða voru uppi gagnvart þeim vandamálum sem þú ert að tala Það er að segja fjármálalegum stöðuleika. Það eingöngu rætt tískubólu sem hefur staðið örstutt svona til þess að fela, eins og þið vitið auðvitað sjálfur hér í þessu húsi, til að fela það að þetta bara frumvarp að reka aðra einn mann. Þá látið liggja því að menn ætla að fara að búa til flókna og skrýtna peningastefnunefnd sem tiltölulega nýtt fyrirbæri í Seðlabankakerfinu og Seðlabankaheiminum og hefur reyndar verið gagnrýnt og ekki talið víst að það hafi heppnast mjög vel á undanförnum árum. En þau atriði sem að nú verið að kynna hjá Evrópusambandinu og bankastjóri Evrópska Seðlabankans vitnaði síðast í gær, þar sem hann sagði að það væri hrópað hátt og klárt eftir breytingum af því tagi. Það eru breytingar sem var snerta það og lúta því að skapa skilyrði fyrir Seðlabanka þannig þeir geti sinnt hlutverki sínu gagnvart fjármálalegum stöðugleika í landinu. Þetta frumvarp hefur ekkert með það að gera. Þannig þetta frumvarp hefur ekkert með bankahrunið að gera. Ekki nokkuð skapaðan. Þetta bara snúast það að koma þér frá? Já, þú sagðir það nú áðan. Þetta má ekki hafa það eftir þér, ekki verið manni. Þetta snýðist ekki um neitt annað en það. Nei, ég spyr þig. Já, ég tek undir með þér. Ég var ekkert að fullyrða það. Nú, þú gerði það við mig áðan fram í fyrirgjöðu, ég vitni það. Ég spurði þig, Davíð, hvort það væri. Ég fullyrti það ekki. En mér langar að rifja upp það sem þú sagðir í ræðu hjá viðskiptaþingi, þar sem að það var verið að tala það að þú varst að gagnrýna það að það var verið að halda þig fram að hryðjuverkalögin bresku sem voru sett á okkur hefðu verið vegna orðaðina hér í Kastljósinu og við skulum heyra hvernig þú fórst með það mál í þessari ræðu. Ég hef engar áhyggjur af þessu vegna þess að þegar málin verða rannsökuð þá hljóta fleiri samtöl að verða birt. Mér kunnugt efni þeirra og mér kunnugt hvað varð í raun til þess að Bretar gerðu það sem þeir gerðu. En ég mun fara nánar yfir þetta mál á öðrum vettvangi síðar. Það hlýtur að mega rukka þig svolítið það hvað þú veist og vilt ekki deila þig með okkur? Já, eins og ég sagði þarna, þessi mál eru til rannsóknar núna hjá sérstaklega rannsóknarnefnd sem hefur verið skipuð af Alþingi. Og ég tel nú reyndar að það ætti að bíða með alla brottrekstur öllum mönnum og stóra dóma yfir mönnum. Þar til að þessi nefnd hefur nú upplýst það sem þar gerist, farið í gegnum alla þessa þætti sem liggja fyrir og þar með talið þennan þátt hérna. En ég tók reyndar eftir því að eftir þennan þátt okkar, þá hefur því verið að haldið massíft fram af því sem Egill Helgason kallaði grímulega áróðursmiðstöð, að bankakerfið hefur hrunið vegna okkar samtals hér. Bretar hafa aldrei nefnt það í einu einasta orði. Hefur þú séð það? Nei, ég hef náttúrulega ekki séð öll gögn sem að þú hefur séð. Viltu ekki bara segja okkur út að verða settur hryðjuverkalögin að þú byrjuð við þeirri vitneskju? Ég bara að spyrja þig, þú fréttamaður. Hefur nokkstað séð breska aðila sem þurfa að verja það, af hverju þau settur hryðjuverkalög á, að þeir hafi gert það vegna þess að við höfum spjallað hérna saman í Kastljós? Hefur nokkstað séð það? Nei, ég hef ekki séð það. Ég hef heldur hvergi séð það, en þessu samt haldið mjög stíft fram. Ég get meira séð nefnt það. Segðu okkur bara hvað þú veist. Af hverju má ég ekki tala, elsku vinur? Jú, þú mátt það. Þú ert búin að vera að sverta bankann minn og mig persónulega. Nei, Davíð, ég er bara að spyrja. Þú hlýtur að leyfa mér líka að svara. Ég reyni að gera það bara kurteislega og eðlilega. Og það var sagt til að mynda þegar árið í fyrra var rifjað upp í Stöð 2, það var sagt bankahrunið hófst með samtali Davíðs Oddssonar í Kastljósi.
Þessu hefur verið haldið af fólki og auðvitað það ástæðan fyrir því að fólk að grýta seðlabankann, að fólk að sprengja sprengjur við húsið mitt á nóttunni til að halda mér vakandi. Fólk að útbýja það í eggjum og dótari sem líka heimili konuna minnar. Auðvitað það vegna þess að slíkum áróðri haldið gangandi og hann ósannur. Ég ætla ekki að segja frá þessum samtölum sem voru nefnd. Ég get hins vegar bara vakið athygli á því að það var alveg ljóst að Bretarnir töldu að í félagi sem var ekki útibú heldur dótturfélag og laut þess vegna breskum lögmálum að þar höfðu menn tekið út eignir hjá Kaupþingi samkvæmt stikkprufu breska fjármálaeftirlitsins fyrst að þeir töldu á 400 milljónir punda og síðan 800 milljónir punda og síðan hærri tölu sem þar var nefnd og það ekki útilokað en maður verður að tala varlega því maður vill ekki vera að verja Bretana í þessu sambandi en það ekki útilokað að þegar menn sáu að íslenskir aðilar tóku út peninga úr stofnunum sem lutu bresku lögum og bresku eftirliti. Og þá hafði orðið hræddir við það að slíkt kynni að gerast í stofnun sem laut ekki slíku eftirliti. Og þú skalt ekki gleyma því að terroristalögin voru sett á Landsbankann ekki á Kaupþing og reyndar á Seðlabankann og íslensku ríkisstjórnina sem reyndar alveg með miklum fádæmum og ódæmum. En ég hef þú segir ekki útilokað, þú talaði samt í ræðunni eins og þú vissir nákvæmlega út af hverju þetta væri og byggir yfir vitneskjum samtöl og annað. Ég geri það ennþá. Það má alveg færa fyrir því rök að þjóðinni talsvert mikla heimtingu að því að vita hvað þú veist. Þjóðin fær það örugglega. Það ekki vafa á því þegar þessar rannsókn lýkur. Ég get ekki birt frekar varðandi þessi samtöl heldur en að ég gerði þarna, en ég alveg jafn sannfærður og öruggur það. Ég benti hins vegar við þessari vitneskju og þessum skýringum af því við hvað menn voru hræddir. Svo skulum við sjá með hvað kemur þegar að... Þannig að það ekki útilokað að þetta sé út af Kaupþingi og því sem það ég ætla ekki að bæta þessar skýringar frekar en þessar. Þær eru mjög sennilega, þær eru haft verulega áhrif. Já. Þú talaði samt það að það væru ýmis samtöl stjórnmálamanna, það var ekki hægt að skilja öðruvísi heldur en það sem að það ættu við. Er það þá alveg útilokað mál? Ég bara held mig við það sem ég sagði hér og þú birtir áðan, ég ætla ekki að fara meir út í það. Nei. Því var haldið fram eftir fund viðskiptanefndar Alþingis að þú hefðir sagt þar að þú hefðir varað með þeim orðum að það veru 0% líkur á því að bankakerfið myndi lifa af þessar efnahagsþrengingar. Er það rétt eftir þér haft? Að hluta til að vanta við sem mjög mikilvægt orð, það er orðið hjálparlaust. 0% líkur á því að bankakerfið lifði af hjálparlaust, það er nú svolítið mikilvægt orð í þessu sambandi, en þetta var bara fundur eins og þarna Þetta var nú ekki bara í júní sem að þessu var haldið fram að minni hálfu. Ég held reynda líka fram í mars eða apríl og forsætisráðherra mundi ekki hvort þetta samtal átt sér stað í júní en ég hygg hann hafi vitað að samtal átt sér stað og reyndar hefur nú fundið minnisblaðum það núna þegar ég verið að taka til hjá mér. Þannig að það liggur fyrir. En ég, og frá því nóvember sem ég var vitni áðan, þá var ég þeirrar skoðunar að ef að fjármagnsmarkaðir myndi ekki opnast í heiminum og bankarnir verða staddir eins og þau eru staddir, þá myndi þeir ekki lifa út október. Og það var þannig að 30. september þá óskaði ég eftir því að koma á ríkisstjórnarfund sem ég hef ekki komið á ríkisstjórnarfund síðan að stjórna þeim sjálfur eða satt þar sem utanríkisráðherra. Og ég krafði þess sama daginn og ég kom þar hálftíma síðar, 30. september. Og settist þar á ríkisstjórnarfundinn og sagði þar við ríkisstjórnina: Ég tel að allt íslenska bankakerfið verði komið á höfuðið innan 2 til 3 vikna. Viðbrögðin voru þau að það var sagt það er nú óþarf að vera að dramatísera hlutina hér. Ég sagði þá, ég var að segja við ykkur að ég telji að allt íslenska bankakerfið yrði komið á hausinn að öllum líkindum innan 2 til 3 vikna. Þá frásögn ekki hægt að dramatísera. Síðan hafði ég bætt við því að ég teldi að ef einhvern tíma væri grundvöllur eða forsenda fyrir því að menn kemur sér saman þjóðstjórn, þá væri að skapast þau skilyrði. Næstu dagana var að hálfu 2 ráðherra ráðist á mig fyrir að hafa nefnt orðið þjóðstjórn. Ég hefði haldið að bæði þessi ráðherrar og einhverju aðrir hefðu haft meira áhyggjur því sem ég sagði fyrr, að ég teldi allt bankakerfið væri að fara á höfuðið á þessum næstu 2 til 3 vikum. Hvað lagðirðu til? Og á þessum sama fundi... Hvað lagðirðu til að gert? Jú, þú vilt ekki leyfa mér að klára þetta. Þegar svo var komið, auðvitað, var orðið mjög fátt til ráða. En ég sagði líka frá því að Seðlabankinn væri af þessum ástæðum búin að setja niður sérstaka nefnd
10-15 manna hóp, lögfræðinga, endurskoðenda og annarra slíkra og ríkisstjórnin óskaði eftir því að skipa þegar stað hóp manna inn í nefndina. Við höfðum þá þegar látið halda slíka fundi einu sinni í viku til þess að undirbúa allt þetta sem gæti gerst. Og þetta mun allt saman koma fram. Og ég sagði reyndar líka á þessum sama ríkisstjórnarfundi, ég segi þetta vegna þess að aðrir hafa lekið út af fundinum. Ég sagði líka á þessum ríkisstjórnarfundi, ég hefði heyrt að minn ágæti vinur dómsmálaráðherrann hefði ætlað að fækka í efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra helming. Í þeirri deild þyrfti nú að þrefalda eða fjórfalda. Þessu var reyndar ekki lekið út úr ríkisstjórninni. Þetta allt saman sagði ég. Ég sagði líka á þessum fundi hér sem þú varst að vitna í áðan, á fundinum hjá Viðskiptaráði. Þá sagði ég að menn hefðu lofað því að velta við hverjum steini. En það hefði engum steini verið velt við. Og ég tók eftir þessu. Og síðan bárust fréttur það að lögreglunni hefði borist nafnlaust bréf sem var til þess að þessi sheik þarna í Katar og 100 milljarða tilfæstur á peningum kom upp á yfirborðið. Þetta bréf var að vísu efnið kom frá nafnlausum mönnum, en bréfið til lögreglunnar kom frá mér, undirritað af mér, 2. desember. Þetta var til þess að allt fór á stað hér. Og það er vegna þess að þrátt fyrir það hvernig talað mig og bankan sem ég er að stjórna og hvernig fréttamenn hafa því miður hlaupið eftir þessu öllu saman, að þá er það svo að fólk kemur til mín og segir, þú ert eini maðurinn sem hefur verið að móti þessari vitleysu allan tíman og talað þetta allan tíman, barist gegn þessu allan tíman og þú ert eini maðurinn sem við treystum. Og þetta fólk kemur til mín með upplýsingar. Og ég segi þið ekki að koma til mín því að fara til þessa aðala og þessa aðala. Og þetta fólk segir mig þvert ofan í þann tón sem hefur verið hér í þessum spurningum frá þér frá upphafi þessa samtals, sem ég finnst mjög miður hvernig hefur verið hjá þér. Þetta fólk kemur til mín og segir, þú ert eini maðurinn sem verið sjálfur samkvæmur allan tíman og hefur barist og varað við þessu allan tíman. Þessu óhófi, þessu útrásarbröðli og öllu þessum hlutum. Svo ég skilji rétt hérna, fórst þú sem sagt, varst það þú sem að bendir lögreglunni á eða bendir yfirvöldum á að Katarinn væri í þessum viðskiptum og með þessum hætti? Ég sendi lögreglunni bréf eftir hrunið að vísu þegar ég fekk þessar upplýsingar. Og það var til þess að voru gerðar mikla breytingar í skilanefndu Kaupþings og víðar. Veistu fleiri svona dæmi eða býrðu verið vitneskju eitthvað meira af þessu tengt eða sambærilegu? Fólk, eins og ég sagði við, hefur komið til mín vegna þess að það segir að ég sé eini maðurinn sem sé treystandi og mér ekki mjög vænt það í þessum efnum. En ég hef beðið þetta fólk hins vegar að fara til réttara aðila, því þetta er ekki verkefni Seðlabankans. En það eru fjölmörg atriði sem ég tel að þurfi að rannsaka mér nákvæmlega. Veistu fleiri dæmi? Já, ég veit miklu fleiri dæmi. Viltu segja okkur eitthvað? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég get bara nefnt sem dæmið samt sem áður. En það eru nokkur 100 einkahlutafélög sem menn hafa ekkert verið að skoða. Það sem menn fengu sérstaka þjónustu í bankakerfinu. Bæði menn sem eru þekktir í þjóðlífinu og stjórnmálalífinu og öðrum slíkum hlutum. Og þetta var allt verið sett til hliðar. Og mér finnst þetta að vera fyrir neðan allar hellur, hvernig þetta er gert. Já, viltu tala nákvæmur þetta? Nei, ég ætla ekki að tala nákvæmur þetta er alveg nóg, menn átt að sjálfur hvernig þetta er og þetta voru aðilar sem fengu sér fyrirgreiðslur í bönkunum. Þegar fyrirgreiðsla við þessa aðilar voru gerðar, þá voru í ýmsum tilvikum ekki tekin samtöl upp á band sem skylt heldur gert í gegnum farsíma, eða ég vil farið upp á næstu hæðir til að fá bein fyrirmæli frá yfirmönnum. Hvernig veistu þetta? Það var nákvæmlega, ég held þú hefur ekki hlustað að sína sagði, ég var að segja, fólk kemur til mín, vill ekki eins og hitta mig í bankanum og segir við mig, þú ert eini maðurinn sem varað hefur við öllum þessum hlutum allan tíman. Þú er sætt ofsóknum frá Baugsveldinu allan tíman síðan, í 4 til 5 ár. Það er búið að heila þú allt liðið. Þess vegna getur fólk verið að sprengja sprengur heima hjá mér á nóttinni og reyna að halda fólkinu mínu vakandi, ekki bara mér. Þess vegna getur það verið að flytja fólk að Seðlabankann láta berja þar í húsið og þar fyrir utan til að reyna að eyðileggja vinnufriðinn í því húsi. Og þess vegna er tónninn í þessum spurningum þínum með þessum hætti. Og þess vegna skal ég segja við þig, getur Jóhanna Sigurðardóttir komið fram með þessum ótrúlega hætti. Hugsaðu þér það að það afhjúpaðist í gær eða fyrradag. Þegar þessu mál er frestað í 2-3 daga í þinginu eða 4 daga hvað það er, af því það eru komin nýjar upplýsingar, þá lamaðist ríkisstjórnin. Og hún sagði, við getum ekkert gert, við getum ekki komið með efnahagspakkann. Ég hafði ekkert heyrt þennan pakka og vilja spyrjast fyrir hann, það er engin efnahagspakki. Og þegar það var upplýst þá var sagt, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn getur ekki komið vegna þess að þessi menn eru bankastjórar og þeir verða að tala við bankastjórar sem eru ekki að hætta. Og er það ekki rétt? Engin fréttamaður, eins og ég heyr á þér, kveikt á því að í frumvarpinu segir að samstundi sem leið á frumvarpið er samþykkt
eiga núverandi bankastjórar að hætta og það á að skipa bráðabirgðabankastjóra meðan við auglýsum starfið. Þannig að við ættum að hætta á fimmtudaginn, þetta komið með lögum, eins og þetta nú ógeðfellt allt saman, þetta komið bráðabirgðabankastjóri sem ætti að tala við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn meðan að Jóhanna var auglýst eftir nýjum bankastjóra. Engin fréttamanna tók eftir þess á fréttamannafundinum hvað þetta götótt. Og þetta náttúrulega fyrir neðan allar hellur bara, hvernig þetta gert. Og ég segi bara, mér finnst ömurlegt hvað haldið vitlausum hlutum af fólkinu. Núna þarf í landinu að stappa stálinu þá sem standa illa, hjálpa þeim sem standa illa. Og menn eiga að gera, það er enginn að gera það er ekkert að gerast. Það við núna talar eins og pólitíkus en ekki eins og seðlabankastjóri. Það líka notað gegn mér, annarkvort ég hef ekki komið í þátt hjá ykkur í 4 mánuði því það hafa nú beðið mig mikið það. Ef ég kem í þátt sagt ég tala eins og pólitíkus, ef ég kem ekki þá sagt ég svar ekki. En það getur vel verið að ég sé að tala eins og pólitíkus í þessum efnum, það gera þá ekki til. Það er 2-3 dagar, ég get fengið málið aftur og málfrelsið aftur. En ég er bara að segja, það upplýstist í þinginu og engin fréttamannun ykkar sem að ég held að þetta geta að segja af ykkur út af því, engin ykkar tók eftir því að þarna var megin rökvilla hjá ráðherranum. Það var ráða bráðabirgða bankastjóra. Mér langar að spyrja þig, Davíð, mitt atriði til viðbótar að minnsta kosti. Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings, hann sagði frá því í sjónvarpsviðtali fyrir ekki löngu síðan að þú hafir hótað því að taka bankann niður eins og það var orðað í þessu viðtali og þetta hafa átt að gerast á fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins árið 2007. Er þetta rétt frásögn? Ég hef aldrei notað þetta orðalag og ég ætla ekki að fara niður á þetta plan Sigurðar. Nei. En sagður eitthvað í þessa líkingu að þú myndir reynast bankanum illa á þessu fundi vegna þess að þetta skiptir náttúrulega miklu máli, þetta er ekki bara ykkar einkamál? Nei, þetta er rangt og ég ætla ekki að fara niður á þetta plan. Þetta er með fleiri spurningar. Já, mér langar að spyrja þig vegna þess að við vorum að tala um pólitíkina á hana. Ertu á leiðinni í pólitík? Ekkert endilega, ég er ennþá í bankanum og ég hlýt nú að binda vonir við það að þessi eyðileggingarstarf sem ég gaf að bankanum eigi sér ekki stað, að einhver minnihlutastjórn sem starfar hér í 2-3 mánuði geti eyðilagt Seðlabankann, mér finnst það bara ekki viðeigandi og passandi. Það verður þá eðlilega að menn færu yfir lög með bankann eftir kosningar, en það er látið eins og þarna séu bara stórhættulegu menn með vélbyssur að spilla öllu. Það var svo sem ágætt fyrir mig að hætta að fara frí, ég hef ekki tekið mitt einasta frí í 2 ár. Það er vegna þess að ég er samviskusamur, það er vegna þess að ég hef haft gríðarlegar áhyggjur og ég hef verið að vara við þessu öllu saman. Kalla menn fyrir mér endalaust til að hafa áhyggjur og núna sit ég hérna eins og sakamaður. Það er ofboðslega skrítið fyrir mig. Já. En það er samt ekkert erfitt því ég er með mjög hreina og góða samvisku. En þú útilokar það að minnsta kosti ekki heyri að þú viljir fara í pólitík. Það eru náttúrulega kosningar eftir ekki langan tíma. Mér langar ekkert í pólitík. Ég hef verið í henni áður og synti henni ágætlega. Mér langar yfirleitt að gera eitthvað nýtt en mér verð þó að segja eins og er. Mér finnst pólitíkin á óskaplega lágu plani og mér finnst til að mynda núna. Það er enginn að tala kjark í fólki í landinu. Það er enginn að treysta undirstöðuna. Það er ekkert að gera. Það er fullt af fólki að reyna að gera sitt besta, er það ekki? Hvort sem það er í ríkisstjórn eða annars staðar. Þú getur nú alltaf fullyrt þetta svona. Ég bara segja mitt álit. Þetta er óskaplega skrítið að þetta viðmót sem hér hjá þér ágæti maður. Ég bara segja að þetta er mín tilfinning. Ég bara tala fyrir mig, ekki neitt annað. Af hverju má ég ekki segja það sé enginn að tala traust í fólki? Af hverju er það ekki? Hver er að gera það? Það er enginn að gera það. Það vantar alveg. Það vantar að mylja undir þá sem máttu að standa núna. Það er ekki verið að því. Það er ekki verið að vinna neinum slíkum þörfum verkum. Og það er heldur engin ægi í þjóðfélaginu heldur. Mér finnst þetta að vera allt meira og minna stjórnlaust. En það þýðir ekki það að ég sé að fara í pólitík. Ég hef nógu minn tíma að gera og ég er sáttur við mig og mína stöðu. Það er heldur ekkert mál þó ég verði látin hætta það. Fullt af fólki sem er að missa vinnuna við miklu lagari kjör heldur en ég er að gera. Þannig það er ekkert málið. Hins vegar aðferðin og framgangan er fyrir niðan allar hellur og mér finnst dapurlegt að sjá hvernig þessi áróðursmaskin hefur gengið þannig fram að meira að segja sæmilegri menn eru haldnir þessum hlutum og kaupa það. Mér finnst það afskaplega sárt og dapurlegt. En það er brýnast núna. Það eru margir sem í góðri trú gerðu ráðstafanir og gengu fram til verka sem er mjög erfitt núna. Það er ekki verið á nokkurn hátt að telja kjarkið þetta fólk og sýna því að það verði stutt í framtíðinu og það sé hægt að komast út af þessu með góðum hætti. Tryggvi Herbertsson kom hér í þátt og í rauninni sagði hann ekkert annað heldur en allt það sem ég sagði við þig hér í október ef við heldum rétt á málum hvernig við getum komið skuldum þjóðarinnar fyrir. Hann staðfesti í rauninni allt sem ég sagði í þeim efnum en það búið að rántúlka það allt saman síðan. Davíð, við skulum setja punktinn hér. Takk fyrir komuna.